Þetta þætti sennilega ekki mikill titill, þeir fóru allir. Ef þið tækið ykkur til í góða viðdag við tölvuna ykkar og flettuð upp í Biblíunni á orðum eins og þeir fóru, þeir yfirgáfu eða þeir hurfu á brott, eitthvað svoleiðis, þá ætti athygli ykkar virkilega að verða merkileg, ykkur trús, vegna þess að það svo margt sagt þar fólk sem yfirgaf allt eða yfirgaf og fór, yfirgaf Guðs málefni, söfnuðinn og svo framvegis. Ég ætla að dvelja að einhverju leyti við það hér í dag. Þeir fóru allir. Það eru margir leitandi en skortir sannfæringu. Það fólk úr öllum stéttum þjóðfélagsins, þau spyrja spurninga. Margir leita ekki svarana í orði Guðs og missa þannig af sannleikanum. Jesus sagði, ég sannleikurinn. Og fólk virðist margt ekki átta sig á því að það að meðtaka sannleikan að meðtaka Jesú og allt það sem hann boðaði og kendi. En þegar við víkjum frá því sem hann boðaði og kendi, þá getum við varla talist vera lærisveinar Jesú Krists. En við ætlum að skoða þetta nánar. Það segir frá því í öðru Tímóteusarbréfi 4. kafla að Páll postuli í þeim kringumstæðum, hann þarf á aðstoðamanna sinna að halda. Og þarna segir frá 9. versi, hann skrifar til Tímóteusar, reyndu að koma sér fyrst til mín, því að Demas hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Hann farinn til Þessalóníku. Hann var farinn, nánasti samherji hans á þeirri stundu. Og hann saknaði þess. Hann hefur yfirgefið mig vegna þess að hann elskaði þennan heim. Þar var meinið. Þegar menn elska eitthvað annað en það sem í boði þá erum við mikill hættustöð andlega séð. Og það eru margir sem koma í einhvern svefnu, í einhvern kristið samfélag og eru svo snortin, sem mjög gott. Þetta getur verið trúfélög af ýmsu tagi, ýmsum nöfnum. En svo gerist það að einhverju líkar ekki við prestinn, predikarann, kennimanninn, eða samfélagið, eða bara við einhvern í söfnuðinu. Og svo yfirgefur viðkomandi samfélagið. Í því liggur mikil áhætta eins og þið komist að raunum hér á eftir. Það segir frá því í 6. kafla Jóhannesar að Jesus fór yfir Galileuvatn og mikill fjöldi manna fylgdi honum. Sjáðu hvað voru margir, mikill fjöldi. Því þeir sáu þau táknar að gjörði á sjúku fólki. Þá fór Jesus upp á fjallið og settist hann niður með lærisveinum sínum. Þetta var laust fyrir páska, hátíð gyðinga. Hátíð sem að vekur athygli fólks á Guði og orði hans og fyrirheitum drottins okkur til sáluhjálpar. Ég ætla að hoppa yfir í vers 47 í sama kafla. Þar segir Jesus, sannlega segja yður, sá sem trúir hefur eilíft líf. Þetta snýst að treysta orði Guðs. Það verður ekki alltaf duga, þó að þeir hafi það. Og ég tala eins og Demas sem yfirgaf Pál, sem hann hafði kosið að fylgja. Nú var hann að fá nóg og fór eitthvað annað og hann fór að tileinka sér heiminn og það sem heiminn hafði upp á að bjóða. Við höldum áfram í 6. kaflanum, nema frá versi 56, þá sagði Jesus, sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt í mér og ég í honum. Eins og hinn lifandi faðir sendi mig og ég lifi fyrir föðurinn. Svo mun sá lifa fyrir mig sem mig etur. Jesus ekki að tala manna á tér. Hann að tala í líkingum. Og þeir áttu að skilja þetta. Hann sem var lambið, lofaði á Guð, var komin í heiminn og því átti að slátra.
Og að meðtaka þann boðskap eins og að eta eða drekka af blóði þessa fórnarlambs. Svo að hann sagði, þetta það brauð sem niður steig af himni. Hann ekki að tala venjulegt brauð bakað í bakarofni. Hann að tala sjálfa sig. Eitthvað sem fólki þarf að meðtaka eins og ef það væri að borða mat eða drekka vatn. Og hann segir, það ekki eins og brauð sem feðurnir átu og dóu, sá sem etur þetta brauð mun lifa að eilífu. Svo að Jesús að tala þarna við sama fólki, þannig að gífurlega fjölda sem við byrjum á að lesa í byrjun, sem fylgdu honum. Og svo fer hann að predika og kenna þeim og notar líkingar, táknmyndir, eins og Biblían full af, bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Því að Guð hefur kosið að koma boðskap sínum á framfæri á þennan hátt. Og alveg sérstaklega að Jesús, lamb Guðs, að deyja og blóði þess úthelt til þess að syndararnir, allir í öllum heiminum, gætu öðlast eilíft líf ef þau bara vildu. Og margir koma í samfélag, koma í söfnuð, kristilegan hóp og fólki gleðist, þeir sem taka á móti viðkomandi og þeir sem að koma kannski fyrsta sinn. Þetta svo yndislegt, finnst mörgum. En takið eftir því að það eru margir af slíkum sem yfirgefa samfélagið. Ég ekki að tala einn söfnuð eða einn hóp undir einu sérstöku nafni, því að það eru svo margir söfnur og samfélag sem tilenga sér að boða boðskapinu Jesú Krist og sáluhjálp fyrir hans úthelt blóð á Golgata. Það gerum við líka hér í boðunarkirkjunni. En við ætlum að halda áfram. Við erum enn í 6. kaflanum hjá Jóhannesi. Nú það vers 60 og þar áfram. Margir af lærisveinum hans áhlýttu, þar að segja þennan boðskap að eta hold hans og drekka blóð hans. Þeir sögðu, þung þessi ræða, hver getur hlustað á hana? Jesús vissi með sjálfu sér að kurr var með lærisveinum hans út af þessu og sagði við þá, hneykslar þetta yður? Upp úr þessu hurfu margir af lærisveinum hans frá honum og voru ekki framar með honum. Af hverju? Hér var sjálfur Guð, sonur Guðs á himnum, komið til jarðar til þess að bjarga syndurum. Og þeir voru komnir og hrifust af honum til að byrja með. En boðskapurinn, allt á þungur og bara yfirgáfan, gengu ekki með honum upp frá því. Þetta svo sorglegt, svo dapurlegt. Og þetta það sem ég reyna að taka saman bara stuttlega hér í dag. Það eru tugir annara yfirlýsinga í Biblíunni, bæði Gamla og Nýja testamenti, fólk sem yfirgefur drottin, yfirgefur málefni, treystir ekki spámönnum hans, eða bara hafnar söfnuðu Guðs, hver sem hann Skulum fara yfir í fyrri konungabók í Gamla testamentinu. Þetta 19. kaplinn, það segir drottin að spurði spámann sinn, hvað þú að gera hér, Elía? En hann svaraði, ég hef verið vandlætingasamur vegna drottins Guðs allsherjar, því að Ísraels menn hafa virtað vettugi sáttmála þinn, rifið niður öldur þín og drepið spámenn þína með sverði, svo að ég einn eftir orðin. Elía spámaður, þessi undursamlegi maður, sem að lokum smakkaði ekki dauðan, hafa tekin inn í himinin. En þannig brást hann í trausti sínu á Guði og flýðu undan illri drottningu Jezebel sem ætlaði að drepa hann. Og hann hélt hann væri einn eftir, aleinn. Og drottinn svaraði honum, þó vil ég láta eftir verða í Ísrael 7.000, öll þau kné sem enn hafa eigi beygt sig fyrir Baal og alla þá munnaðir eigi hafa kysst hann. Þið sjáuð, Jesús vissi
Drottinn vissi að það voru margir aðrir. Nei, ekki svo margir miðað við alla fjöldan, en flestir í Ísrael á þeim tíma höfðu tileinkað sér skurðgoðadýrkun Baals til dæmis. Og tók að eftir þarna segir til dæmis að þeir hafa beygt sig fyrir Baal, þeir hafa tileinkað sér aðra tilbeiðslu, skurðgoðadýrkun, og eigi hafa þeir kysst hann. Er það ekki gert enn í dag á meðal alls hins mikla fjölda sem játa kristna trú í einhverju söfnuði, og það er lagt mikið upp úr því að geta kysst á hendi viðkomandi andlegu leiðtoga þess, eða jafnvel á tærnar, á styttum. Þetta er viðloðandi enn í dag. En Jesús á sína örfáa alltaf á hverju tíma. Við sjáum þá ekki alltaf. Við vitum ekki alltaf þá. Stundum fyrst við vera ein eftir og örfá. Og ég minni á eins og svo oft áður. Jesús var alltaf í sára litlum minnihluta. Það var bara þegar hann gerði kraftaverk, þá flyktist fólkið umhverfis hann. En svo þegar hann fór að predika, þá yfirgaf það hann. Þess vegna hvet ég ykkur til þess, athugið bara í Biblíunni einhverja texta að yfirgefa eða að hætta við í söfnuði Guðs eða sýna ekki áhuga því sem Guðs er. Ég set hérna upp bara einhverja kirkju, einhvers þar í heiminum. Fólk að fara út úr kirkjunni. Og þetta fólk sennilega bara að fara heim til sín eftir guðsþjónustu. En svo það með marga að þeir hugsa, ég er nú búin að fara svo oft í kirkju. Ég held ég hvíli mig bara næst. Sof út. Og svo uppgötvar viðkomandi. Þetta var svo gott að vera heima bara. Ég held ég gera þetta aftur. Og svo aftur. Og það ætluðu sér ekkert að verða viðskilja við söfnuðin. En til dæmis svona gerist það stundum hjá mörgum að það hættir að koma á samkomur Guðs fólks. Og hvar í flokki sem þú ert sem á þetta hlýðir og sem játar trú á Jesú Krist, mundu, það hættulegt að taka upp á því að hætta að koma í samfélagið. Svo segir Mattheus í 13. kafla, það er sagt frá því að Jesús, hann sagði nokkrar útgáfur af akri og sáningu í akra og uppskeru og svo framvegis. Þar segir til dæmis í versi 23, Herra, sáður þú ekki góðu sæði í akur þinn? Hvaðan kemur illgresið? Hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinnu gjört. Þjónarnir sögðu við hann, viltu að við förum og tínu það? Hann sagði, nei. Með því að tína illgresið gætu þér slitið upp hveitið leið. Látið hvort tveggja vaksa saman fram að kornskurði. Bæði hina góðu og hina ekki svo góðu. Því annars mikil hætta á að við upprætum hina góðu þegar við erum að reyna að uppræta hina vondu á meðal okkar. Við erum ekki dómbæri þetta. Og þegar að segja þarna látið hvort tveggja vaksa saman fram að kornskurði í annarri dæmisögu, sem ég ekkert að vitna í hérna núna, þar talað að kornskurðurinn í þessari dæmisögu Drottins í endi tímana á dómstegi, þegar örlög manna allra eru ákveðin endalega og náðatíminn á enda. Það uppskurðatíminn. Þegar komin uppskurðartíð, mun ég segja við kornskurðamenn, í annarri sögunni sagt að kornskurðamennir eru englarnir, ekki við mennirnir. Mun ég segja við kornskurðamenn, safnið fyrst illgresinu og bindið í bundi til að brenna því en hirðið hveitið í hlöðu mína. Þetta á að gerast í lok tímana. Þetta er ekki okkar verk. Það eru englana að gera þetta. Það vantar oft marga í söfnu Guðs hvarvetna. Hverju nafni sem nefnist, sem játa trú á Jesú Krist. Einna helst vantar unga fólkið.
Og þetta stór merkilegt fyrirbæri, ekki jákvætt, heldur mjög svo alvarlegt, að unga fólki hefur svo margt annað að hugsa heldur að sáluhjálp sína. Það er svo margt sem freistar, það er svo margt sem klepur fyrir. Og þau koma ekki. Þau sjást ekki meira á samkomum Guðs fólks. Það eru orð Jesú í Markúsi í 10. kafla, að auðveldar eru úlvalda að fara gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í Guðs ríki. En þeir urðu steini losnir og sögðu sín á milli. Hver getur þá orðið hólpinn? Sjáum við, þetta ómögulegt fyrir okkur mennina. Og dæmið þannig einu sinni með úlvaldan og nálaraugað, sem gæti hafi verið pínulítið hlið á borgarhliðanum sem var opið eftir að stóru hliðanum hafi verið lokað. En kannski meinta þetta alveg eins og hann segir þetta. Því að þetta útilokað fyrir nokkur að komast inn í Guðs ríki. Já, minnstakosti þess sem treystir á sinn auð og velmegun og velgengni í lífinu, að það auðveldara fyrir úlvalda að fara í gegnum nálarauga. Drottinn gæti gert það að láta slíkt gerast. Og þá sögðu þeir hver sín á milli, hver getur þá orðið hólpinn. Jesús horfði á þá og sagði, fyrir mönnum engin ráð til þessa, en fyrir Guði, Guð megnar allt. Þá sagði Pétur við hann, við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Jesús sagði, sannlega segi ég yður, að enginn mun hafa yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðar einsis. Án þess að hann, og segjum hún, fái 100-falt aftur. Nú á þessum tíma, heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum. Og í hinum komandi heimi eilíft líf. Hann segir, við getum mist okkar venjulega fjölskyldufólk eða vinahóp við það að ganga í lið með fólki Jesú Krists. En þið fáið fjöldan allan og öðrum góðu vinum, kristnum, í staðinn. Og það meira að segja hér á jörðinni. Ekkert alltaf, ekkert allir, en mörgum margir munu upplifa þetta fyrirheit Guðs, að við munum eignast í staðinn góða vini. Ég hef upplifað það að fara á mis við mína gömlu vini þegar ég tók trú á Jesú Krist og lét skýrast til Jesú Krist. Á tímabili var maður einmana. En ég eignast nýja fjölskyldu og ég var þakklátur og lofaði Guð. En jafnvel á meðal Guðs fólks getur þú upplifað höfnun, að vera aleinn mitt í hópi þeirra sem játa Jesú Krist. Þetta það erfiða í þessu öllu saman. Og það þá sem svo margir yfirgefa bara samfélagið, yfirgefa söfnuðin. En af hverju? Af hverju að yfirgefa? Við erum búin að sjá að það borgar sig ekki að yfirgefa málefni Drottins. Við sjáum meira það hérna í komandi yfirlýsingum. Til dæmis í Jeremíu 1. kafla. Það segir, og ég mun kveða upp dóma mína yfir þeim vegna allrar illsku þeirra að þeir hafa yfirgefið mig. Hver var illskan? Var það að stela eða myrða eða eitthvað annað? Það er ekki sagt. Heldur að þeir yfirgáfu mig. Að Guð kallar það fólk illsku haldið sem yfirgefur sig af einhverjum ástæðum sem Guð tekur ekki mark á. Og þeir hafa yfirgefið mig, segir, og fært öðrum guðum reykelsisfórnir og fallið fram fyrir handarverkum sínum. Vissuð ykkur? Þeir yfirgáfu. Og þetta kallar Guð illsku í lífi margra. Þetta sem að
Sumir gera með því að ég er orðið þreyttur á þessu, ég er orðið leiður, ég ætla að hvíla mig á þessu. Eða ég ætla að skipta bara hóp og fara í einhvern annan hóp. Eða það er einhver önnur ástæða, hver sem hún er. En í mörgum tilvikum leiðir þetta til þess að fólk yfirgefur orð Guðs, sannleikann og það samfélag sem Guð hefur gefið þeim, þar sem að kærleikur ríkir og þar sem orð hans er boðað, heilt og ómengað af villu þessa heims. Og það er hægt að færa reykelsisfórnir og falla fram fyrir skurðgóðum í dag og það er gert af milljónum enn í dag. Nei, það er ekki endilega tilbúna styttur úr tré eða járni eða grjóti, en það felst í því sem að tekur upp huga þinn, áhuga þinn, fjármuni þína og hvað eina. Það getur orðið skurðgóða dýrkun hjá okkur. Förum svo í Ámós í 8. kafla þar sem sagt er frá einhverjum sem höfðu yfirgefið, en taka svo upp á því að leita aftur. Þar segir sjá, þegar dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landi. Ekki hungur eftir brauðin, ég þorsta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Þetta er dómur Guðs sem er leið yfirlýsing að það kemur svo tími að náðartíminn er á enda. Og þeir sem tóku áhættu að yfirgefa, að fara burt eða ráfa eitthvað annað, burtu frá öryggi Guðs samfélags. Þeir gætu verið á reiki allt og lengi. Og þar kemur að því að þeir vakna upp við vonda draum síðan og byrja að leita. Og munu þá ekki finna. Þetta eru orð Jesú, drottins okkar sjálfs. Hann er höfundur Biblíunnar. Og svo segir þessi velþekktu orði í Hebreabréfinu í 10. kafla. Vanrækið ekki safnaða samkomur yðar eins og sumra er siður, heldur uppörfið hver annan og það því fremur sem þér sjáið að dagurinn færist nær. Því að ef við syngum af ásettu ráði eftir að við höfum öðlast þekkingu sannleikans, þá er úr því enga fórn að fá fyrir syndirnar. Þetta er ekki mín orð, þetta er ekki minn dómur, þetta eru orð drottins. Það sem hann aðvarar okkur kærleika. Gætið ykkar. Ekki fara á langt. Ekki vera á lengi burtu. Flýtið ykkur tilbaka. Komið heim í skjól drottins sem er fólk Guðs sem trúir eins og þið. Í Jeremíu 17. kafla þá segir þú von Ísraels drottinn. Allir þeir sem yfirgefa þig skulu til skammar verða. Já, þeir sem vikið hafa frá mér verða skrifar í dufti þegar þeir hafa yfirgefið lind hins lifandi vass. Það eru miklu fleiri yfirlýsingar í sama skilningi og þetta í Biblíunni. Og þeir sem að yfirgefa drottinn munu uppgöta fyrir að síðar að þeir hafa orðið sér alvarlega til skammar, eilíflega til skammar. Þeir uppgötu á seint að þeir tryggðu syndina sem er ekki hægt að hjálpa þeim með. Það er að segja eftir að náðartíminn er búinn. Drottinn hvetur þig til að snúa aftur heim í skjól hans á meðan enn er náðartími. Nú ætla ég að dvelja smá stund við það sem allir eru eða margir að minnsta ætti að vera hugleiða svona næstu daga af tilefni páskaháttíðar. Krossdauða Jesú. Mattheus 27. kapli segir þá voru krossfesti með honum 2 ræningjar, annar til hægri handar eða hægri og hinn til vinstri. Þeir sem framhjá gengu hættu hann, skóku höfuð sín og sagðu bjarga nú sjálfu þér
ef þú ert sonur Guðs og stíg niður á krossinum. Eins gjörðu æðstu prestarnir gisað honum og fræðimenninir og öldungarnir og sögðu, öðrum bjargaði hann, sjálfu sig getur hann ekki bjargað. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Mér finnst þetta alveg hryllilegu boðskapur. Því þetta er svo satt að margir hafa snúið sér frá Jesú á krossinum. Þeir tala fermingar í tilefni þessara hátíðar ef til vill. Þeir tala að fara á samkomu í tilefni páska. Eða að menn bara halda partí í tilefni páska sem í þeirra hugum er eitthvað allt annað en boðið er í Biblíunni. Nú ætti Guð að frelsa hann ef hann hefur mætur á honum. Það eru svo margir sem að hæðast að kristinni trú. Ekkert síður við gerðum þarna. Hverju voru það sem sögðu allar þessar yfirlýsingar þarna? Þetta voru leiðtogar gyðinga. Þetta voru prestar, farisegar og kennimenn. Menn sem þekktu ritningarnar alveg fram og aftur. Þeir hættust að frelsaranum. Þar sem að blasti við umkomulaus, yfirgefin af öllum. Á krossi, á Golgata. Þetta var hryllilegasti dauðdagi sem þekktist í þá daga sem Rómverjarnir höfðu fundið upp í sinni grimmd gagnvart öðrum. Negla þá á kross. Svo segir frá því og hoppa hérna yfir mörg vers 45. En frá hádegi varð myrkur allt land til nóns og nón kallaði Jesús hárri röddu. Guð minn. Guð minn. Hví hefur þú yfirgefið mig? Hugsið ykkur. Þarna var einn yfirgefinn og honum fannst hann vera yfirgefinn. En af hverju Kristur á krossi? Af hverju segir hann við föður sinn sem fylgdist með öllu? Hví hefur þú yfirgefið mig? Það var góð ástæða fyrir því. Himinin, Guðdómurinn, langt aftur í eilíð lagði áform að þegar þetta mannkyn, þetta sem við tilheyrum, skapað og ef að til þess kæmi að þeir féllu í synd, að þá væri til björgunarleið handa þeim. Og það fæli í sér að einhver, ja, Guði föður, sem svo var kallað sonur Guðs, tæki að sér að vera lausnagjaldi fyrir alla syndara. Mig og þig, meira segja mig, meira segja alla aðra sem við teljum vera vonda menn. Þetta var björgunarleið. Og svo þegar Kristur læti sig hafa það að vera handtekinn og dæmdur til dauða og krossfestur, þá varð Guð, Faðirinn á himnum, að gera það sem hefði gerst ef engin frelsari væri, að yfirgefa okkur. Að yfirgefa jafnvel soninn sem tók okkar stað. Hugsið ykkur. Og þetta gerði Jesús sér grein fyrir. Að jafnvel hans faðir á himnum hafði yfirgefið hann. Það er að segja vikið nógu langt frá honum til þess að hann fyndi hvað það er að vera aleinn og yfirgefinn í alheiminum. Skaparinn. Og þarna orð. Hví hefur þú yfirgefið mig? Sem krefjast svara, krefjast í hugunar okkar. Af hverju sagði Jesús þetta? Af því það var engin önnur leið til að bjarga mér eða þér. En að Kristur kæmi alveg í staðinn fyrir okkur. Að Kristur upplifði það að vera yfirgefinn af föðurnum.
En faðirinn hafði ekki yfirgefið hann meiri svo að í sumum yfirlýsingu Biblíunum sagt að hann hafi reist soninn upp til lífsins, en í öðrum að sonurinn reist upp til lífsins. Og það skiptir engu máli hvort heldur var. Guðdómurinn var á fullu í því að bjarga okkur, og sá sem að tók á sig að borga syndasektina, hann varð að upplifa það að vera yfirgefinn á dauðastundu. En Guði sé lof, hann sigraði dauðan. Hann reis upp á ný til þess að halda áfram björgunar áformi himinsins okkar vegna. Hvað ætlum við að gera með þetta? Ekki með því að yfirgefa samfélagið, ekki með því að yfirgefa orð Guðs eða sannleikann, ekki með því að bara þykjast alltaf að sofa út næsta hvíldanda vegna þess að ég held ég gera það einu sinni og svo kannski aftur og svo kemur við komandi ekki aftur í kirkju. Þetta er mikil áhætta og það ennþá meira svo vegna þess að tíminn orðið svo, framorðið, að endir veraldar er í nánd, segir Jesús sjálfur og telur upp ýmsa hluti sem munu gerast þegar tíminn er í nánd. Og þið getið lesið það í Guðspjöllunum. Hver eru einkenni síðustu daga? Við skulum hoppa yfir í Jesaja í 25. kafla. Það segir frá því að hann muni afmá dauðan að eilífu. Það er að segja, Jesús mun afmá dauðan að eilífu. Og hinn alvaldi drottum við þeirra tárin á hverju ásjónu og svífurðu síns líðis mun hann burt nema af allri jörðinni. Í hverju er þessi svífirða fólkin? Það er svo ofta við upplifum skömm að því að við erum kristin, að því að við tilheyrum, þetta er svo lítilsöfnuður, oft er það þannig. Og þá eins og hengjum við hausinn og erum ekki alveg vissum okkur sjálf. En okkur er lofað að sér hver svífirða mun verða af allri jörðinni því að drottin hefur talað það. Á þeim degi mun sagt verða að sjá, þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, líka þegar við vorum bara ein eða alein, eða fundu til þess að enginn var með mér eða þér, að þér fannst. Við vonuðum á hann, munum við geta sagt, að hann myndi frelsa oss og við munum segja, þessi er drottin, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Við getum fagnað í dag, því að það er búið að borga syndasektina fyrir okkur. Jesús gerði það á grimmum krossi, rétt áður en að dró síðasta andardrátt sinn þar. Þá borgaði hann syndasektina. Við erum frjáls. Ef þú bara trúir, ef þú bara meðtekur, þá munt þú lifa að eilífu. Það er ekkert að hafa áhyggjur þó að þú þurfur að upplifa að deyja. Því að Jesús hefur sigrað dauðan og kemur til að reisa fólki sitt upp til að lifa að eilífu. Í Lúkasi 11. kafla segir hann, hver sem er ekki með mér er á móti mér og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundur dreifir. Sjáu hvað þetta er afgerandi yfirlýsingar. Það er annarkvæmt, þú ert alveg með drottni frelsara þínum eða þú ert það ekki. Jesús, hann sigraði, hann er sigurvegari og þegar hann kemur aftur þá kemur þessi konungur og sigrar allt, jafnvel dauðan. Guð gefur okkur opinn glugga tækifæra, en svo mun að lokast endanlega. Náðatíminn mun ekki endanlega, mun ekki varast, mun ekki endast endalaust. Hann mun enda áður en langt líður. Náðartíminn til að iðrast, til að hverfa tilbaka og koma heim aftur í skjól
Guðs fólks sem söfnuðurinn. Hann segir, sá sem ann föður eða móður meira en mér mín ekki verður. Og sá sem ann syni eða dóttur meira en mér mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér mín ekki verður. Ef þú finnur þig einan eða eina, eins og þú sért ein og yfirgefin af öllum öðrum, ekki gefast upp, ekki bregðast frelsara þínum, því að hann hefur ekki brugðist okkur. Og að lokum þennan texta sem að finna í síðustu bók Biblíunnar, Opinberunarbókin í 14. kafla, þar segir, hér reynar og þolgæði hinna heilugu. Og það eru syndarar sem kallaðir hinna heilugu, gallagripir, en sem hafa meðtekið drottin Jesú og útelt blóð hans. Þeirra varðveita boð Guðs, sjáu þið boðurinn 10, og trúna á Jesú. Megi Guð hjálpa okkur til þess að treysta drottni okkar og lífgjafa, hvað sem á gengur.